En þá ætlum við að setja okkur í samband við sveitafélagið Ölfus og á línunni mín kæra vinkona Barbara. Komdu sæl. Sæll og blessaður. Jæja, það komið 50 dagar aftur. Já, tíminn líður ótrúlega hratt. Bara þreytast áfram vikurnar. Verða að koma jólaður maður veita. 8. október, þetta, já. Þú segir nokkuð. Þetta bara gaman. Ég var að ræða við einn í gær og hann spurði bara, hvað var það september? Hann bara flög. Já, ég misti á hann líka. Já. Það fleiri. Það var alveg að fara að skella í september og svo var það bara búinn. Já, bara maður rétt lokað augunum og þá komið október. Nákvæmlega, þetta gerir svo ótrúlega hratt. Já. Herru, hvað að frétta af Ölfusinu? Það bara allt ljómandi fínt að frétta. Já. Við erum alveg við svífum ennþá á skýi eftir ótrúlegan gjörning í síðustu viku. Já. Þá tóku íbúar og brottflutti sér til og kvöddu sjoppurekstur. Já, vesturinn á Ós. Já. Þetta var alveg magna. Það fréttist að það ætti að hætta rekstri. Þetta sérst búin að vera, verslunin Ós hefur verið starfrækt ótrúlega lengi í Knarraberginu og það áður á Óserabrautinu og samtals þetta 50 ár. Já. Og Franklín Benediktsson sem að hefur verið þarna í öll þessi ár og svo með konu sinni síðust árin. Þau voru að fara að loka og það voru einhverju sem að vildi nú gera eitthvað tilefni dagsins. Og síðasti opnunardagur var á föstudeginum og það mættu 500 manns, skilst mér. Já. Ég náði nú ekki að telja. Þetta var ótrúlegur fjöldi sem að mætti þarna fyrir utan verslunina hjá honum og þarna var riggað upp sviði og lúðrasettin mætti Jónas Sigurðsson og þarna voru rifjaðir upp gamla stundir í gömlu sjoppunni. Já, og þetta var eiginlega gert bara á engum tíma, hann var bara ákveðið að halda bara veislu. Það var bara 50 deginu sem að það fóru að koma postara, það var bara tekið saman Facebook síða og ákveðið að fara að gera eitthvað, hvort við getum ekki gert eitthvað. Já. Og svo voru bara hver að fæta öðru sem að bættist í hópin og ákveða að leggja sitt á voðaskálarnar. Þetta kallast. Menn, þeir grilluðu þarna pilsur fyrir allt liðið og það var einhver sem að græjaði gos fyrir mannfjöldan. Þetta var bara ótrúlega falleg stund. Og þetta heitir samheldni? Já, þetta heitir samheldni og þetta var svolítið svona gæsaúðastemning, þarna voru svo margir. Þetta var líka svona allsherjar mót. Fólk var að hitta þá sem að flutt í brustu hafi ekki hitt lengi og þetta var bara dásanlegt. Já. Og veðrið spilaði með meira að segja. Það var búið að vera að ganga á með rosalegri rigningu og rokja svo akkurat. Þennan klukkutíma sem þessi viðburður stóði yfir, þá létti til og var bara, ég held að hafi varla verið vindur. Það er frábært. Þetta er meira áttar. Ótrúlega magnað. En 50 ári í verslunarrekstri er ég verið að segja bara helviti gott, afsækja orðbræðið. Þetta er bara ótrúlega langur tíma. Það er bara nokkuð gott. Þannig að eitthvað voru þau að gera rétt. Já, nákvæmlega. En maður samt líka svolítið, maður kveðja svona ákveð tímabil, það er maðurinn á hotninu, var maður fór í verslunum Ós til að þegar maður þurfti að virkilega láta berga sér. Já. Það slokaði og maður varst að mjólk eða eitthvað í matinn og svo var náttúrulega verið að þetta var vídeolegan og svo DFD-legan og þetta er náttúrulega orðnir breyttir tímar í dag. Jú. Þannig að þetta er svona svolítið Já. Það er svolítið eftir þessu. Hvað gerum við núna? Já. Það er spurning. Já. En svo þetta var bara algjörlega frábært. Já, frábært. Svo sé ég inn á hafnafrétti.is og inn á fleiri miðlum að Svavar Knútur alltaf heimsækja ykkur á morgun. Já, annað kvöld. Hann er bara frábært. Hann er með útgáfu tónleika. Búin að vera með í Reykjavík og vera að koma og verður í Þorlákshöfn í Þorlákskirkju annað kvöld. Já. Byrja klukkan 8 minni mig. Jú. Og það er bara, þetta er bara alveg dásamlegur tónlistarmaður. Frábær tónlistarmaður og þessi lögin eru, þau sem ég hef heyrt eru mjög flott.
Þannig að ég held að þetta verði bara alveg, þetta verði bara frábært. Það verður engin sveikin að þessu. Mæli með því að fólk skutlist hérna niður við ströndina og koma tónleika í Þorlákskirkju. Og þessi plata hefur að geyma bæði íslensku og erlend lög. Já, akkurat. Þannig að þetta er frábært. Svo er einnig, það er náttúrulega núna, hvenær það er Herrakvöld Þórs og það verður nú húlum hæ þar á laugardaginn. Það verður húlum hæ á laugardagskvöldinu hérna í ráðhúsinu í salnum uppi. Já. Og svo er á sunnudeginum þá er hérna í kirkjunni verið að minnast þess, það er 30 ára víslu afmæli kirkjunar, Þorlákskirkju. Já. Þannig að það er heilmikið að vera helgina hérna hjá okkur í Þorlákshöfn. Heldur betur. Þetta er frábært. Og hvetjum alla til þess að taka þátt í bændaglímu á laugardaginn. Það er bændaglíma Golfklúbbs Þorlákshafnar. Já, ég vissi það ekki. Þetta finnst mér alveg frábært. Já, þessi nákvæði að koma að. Já, og bara út á golfvellinum. Já. Þetta fyrir frá næstkomandi laugardag, 10. október og það verður að spila þar 18 hólur og verður leikið svona Texas Scramble hólukeppni án fórgjafar. Þetta er virkilega skemmtilegt. Þetta er skemmtilegur golfvellur og þarna þykir svona með þeim erfiðari. Já. Þannig að þetta verður sannköllu bændaglíma. Já. Allt saman. Nú segir það. Eitthvað, svona lókum eitthvað í bókasafninu framöndan? Já, við erum með núna, vorum að opna síðasta 50 daga, vorum að opna myndlistasýningu, hérna eru 10 myndlistamenn frá myndlistafélagi Árnessýslu sem að opnuðu sýningu, stendur út mánuðinn og þetta er ótrúlega flott sýning. Frábært. Það er bara mjög, það er hægt að koma og gera ýmislegt í Þorlákshöfn. Já, ég veit það. Skoða þessi sýningu inn á bókasafninu. Heldur betur. Bara takk fyrir þetta, hvetjum fólk til þess að skoða ölvus.is og hafnafrétti.is til þess að fylgjast vel með. En við heyrumst þetta í viku. Gerum það. Takk fyrir þetta. Já, bless.